Með barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna voru börnum gefin loforð. Loforð rétt á að tjá sig og sína skoðanir, rétt á vernd gegn ofbeldi og vanrækslu og rétt á leikjum, hvíld og tómstundum, svo dæmi séu tekin. Það réttindi allra barna á Íslandi og út allan heim. Hann ekki líka til þess að tryggja bara að börn geti farið öll til læknis og bara þannig einhvern veginn þau séu öll heilbrigð og það skiptir engu máli hvort þau mikinn pening eða ekki, bara þau fái öll jafnt. Eftir seinni heimsstyrjöld þá jókst umræðan það að tryggja velferð barna því þau höfðu upplifað margt hræðilegt. Samningurinn var loks undirritaður árið 1989 og Íslandi sem sagt árið 1992 en hann var sem sagt undirritað núna með lögum árið 2013 að þetta bara í lögum Íslands. Allar greinar barnasáttmálans eru virkilega mikilvægar. En það eru 4 svona grundvallarreglur. Reglan bann við mismunun. Og það ekki að skipta máli kynþáttur eða tungumál, búseta eða hvað foreldrarnir, hvort það tengist eitthvað foreldrarnir með hvernig aðstöðu foreldrarnir. Já, hafa rétt að fara til læknis ef ég þarf. Á hvernig degi sofi ég vel. Öll börn sem eru heyrnarlaus eiga rétt á heyrnartækjum, öll börn sem eru fötluð eiga rétt á hjólastól, öll börn sem sjá ekki vel eiga rétt á gleraugum. Já, rétt á að eiga fjölskylda. Börn eiga líka rétt á því að hafa aðgang að hreinu vatni. Og mat, heimili, vini. Samkvæmt 12. grein barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga öll börn rétt á því að láta í ljós skoðanir sínar í þeim málum þau varða. Þau hafa alltaf ekki kosningarétt en það þarf að passa allavega að sé að fara eftir þessum barnasáttmála sem tryggir velferð barna. Ef mér líður illa eitthvað í skólanum þá er rétt að fá hjálp. Og þá var allt börnunum fyrir bestu. Og ef börn lenda í ofbeldi þá getur þau tala við foreldra sína sem geta tala við barnasáttmálan ef þau eru að lenda í einelti til dæmis. Og þau að fá þroskast. Og börn eru náttúrulega ekki eins sterk og fullorðnir og þá geta þau ekki alltaf vernda sig. Flóttabörnin þegar réttind á að komast frá landinu ef það stríðar og komast í önnur lönd þar sem öll börn eiga réttindi á öllu þessu sem við erum búin að vera að tala um.